Fundastjóra og góðu fundamenn. Mér langar til að byrja á því að þakka fyrir að fá að tala hérna. Ég hef alltaf gaman að því að útskýra það sem ég er að gera og mér finnst alltaf gott að fólk fái upplýsingar á mannamáli eins og er hérna í dag og frá ýmsum sjónhornum. En ég er erfðaráðgjafi á Landspítala og ég vinn á deild sem heitir erfða- og sameindalæknisfræðideild sem er eina deildin sinna tegundur á Íslandi og við bjóðum alhliða erfðaheilbrigðisþjónustu fyrir allt landið. Hjá okkur er kennsla og það er ýmsar rannsóknir og við förum eftir alþjóðlegum stöðlum og ráðleggingu við okkar starf. Og þetta er nú svona aðeins hvernig þetta lítur út á Landspítalanum. Við erum inn á rannsóknarsviði og þetta er svona skiptingin á einingunum okkar. Það er ekkert óskaplega mikið af fólki sem vinnur á deildinni en við vinnum alveg óheimi mikið starf og mikla vinnu. Og þá er spurning hvað er erfðaráðgjöf? Ég var að spyrja hérna áðan hvort þetta væri rétt heiti, erfðaráðgjöf, hvort það væri hægt að tengja þetta eitthvað nátt við erfðir. Þetta er auðvitað bara beinþýðing á genetic counseling. En erfðaráðgjöf er í sjálfu sér samtal eða samskipti milli ráðþega og ráðgjafa sem að getur verið erfðaráðgjafi eða læknir sem hefur sérþekkingu á erfðavandamálum eða sérþekkingu á því sviði sem er að ræða. Nú, það sem við gerum í erfðaráðgjöfinni er að við fáum upplýsingar frá ráðþeganum og við gefum ráðþeganum upplýsingar og við reynum sameiginlega að vinna að lausn þess sem er að ræða. Við förum í gegnum erfðirnar, kallum það stundum erfðafræði 101 eða 101, af því við þurfum alltaf að útskýra erfðamáta viðkomandi sjúkdóms eða ástand sem ræðir. Nú, við reynum að veita stuðning eftir því sem við best getum, því að það er dálítið flókið að vera með stökkbreytingu sem getur valdið sjúkdómi og það er líka dálítið flókið að vera með sjúkdóm sem mögulega kemur vegna stökkbreytingar. Þannig að það er ekkert af þessu neitt einfalt mál. En það er grundvallaratriði að stýra ekki ákvörðunum fólks sem kemur til okkar. Við reynum bara að hjálpa því til þess að taka ákvörðun hvort það vill fara í erfðarannsókn, hvort það vill gera þetta eða gera hitt og veita því upplýsingar sem það getur notað til þess að taka þessar ákvarðanir. Nú, hver vísar í erfðaráðgjöfina? Það er ýmsir. Okkur þykir alveg óskaplega gott að fá upplýsingar frá fagfólki með þeim sem koma til okkar því að þá fáum við oft svona faglegar upplýsingar. Þannig að það er oft læknar sem vísa til okkar, hjúkrunarfræðingar, aðrir heilbrigðisstarfsmenn og svo fólk sjálft. Alls þar í heiminu tíðkast það að fólk geti leitað beint í erfðaráðgjöf ef það til þess að þurfa eða vilja. En það er óskaplega gott að fá faglegar upplýsingar með. En þessar upplýsingar sem við erum að veita og erum svona ræðum, þær eru dálítið vandmeðfarnar. Því að erfðarannsókn, þegar komin er niðurstaður erfðarannsókn, þá er það varanlegt. Erfðaefni breytist ekkert. Að vísu var Ólafur að tala utan gena erfðir eða sviperðir, epigenetics, en erfðaefni í heild það breytist ekki. Arfgerðin breytist ekki. Og niðurstaðan getur haft forspárgildi, bæði horfur á öllu þess sem kemur til okkar og eins upplýsingar aðra í fjölskyldinni. Og það þarf, áður maður fer í það ferli, þá þarf að útskýra tilgang og mögulega niðurstöður og það þarf að fara vel í gegnum þetta vegna þess að fyrir flestum er þetta ekki svona þar sem fólk er að tala dagsdaglega. Þannig að oft er að fara í gegnum sama hlutin aftur og aftur. Og það er mjög vel að fara í gegnum hvað þýðir þetta fyrir viðkomandi einstakling eða fjölskylduna vegna þess að fólk átt sátt ekki á því. Nú, erfðafræðin er dálítið flókið. Þeir eru búin að heyra dálítið úr sameindaerfðafræði á mjög einfölduðu máli morgun og þau ykkur sem ekki vinna við þetta, það hljómar stundum kannski eins og kínverska en það er hægt að útskýra þetta mannamáli og við erum öll að reyna það. Nú, og flestir þekki einhverja af þessum hugtökum. Við höfum öll heyrt orðið gen og litningar og svona og svo þurfum við að fara í gegn hvað felst í þessum erfðarannsóknum og hvað upplýsingar veita genin og rannsóknar og við erum ekkert endilega að lesa upp formúlun eins og þarna er við segjum ekki já, þú ert með ATC, GG, ATC, heldur segjum við það sem við fundum þýðir þetta. Og það skiptir alveg óskaplega miklu máli að nota skýrt orðalag, að segja alveg skýrt hvað við meinum og það sem við þurfum að útskýra.
enskunni þá cell, það getur verið fruma, það getur verið fangelsi, þannig að hvað erum við að tala og við meðum ekki vera með gildishlaðin orð. Það er vont að heyra maður sé gallar með gallað gen, það er miklu betra að segja að það sé óeðlilegt eða starfi ekki rétt. Við þurfum að nota svolítið myndmálstundum, við þurfum að svona fara með ræðin þetta, er það mengi okkar sem uppskrift, það er uppskrift að því hvernig við störfum, hvernig líka með starfar og við heyrðum það hérna á undan, hvernig það er að gerast með prótínum og það þarf líka að passa upp á það að segja ekkert svona, stafa brengl, þannig að þetta sé alveg allt saman mjög skýrt. Þessi mynd ágætt því að hún hérna, maður getur bara þetta eitt H og K þarna getur breytt merkinguna ansi mikið og það gerist eins í erfðamenginu. Eitt lítill stafur sem dettur út eða færist til, hann getur breytt alveg óskaplega miklu. Nú þegar áfara að taka ákvörðun að fara í erfðarannsókn sem nú yfirleitt gert að vel athugamáli, oft hann reynda gert í kjölfar sjúkdóms, þar að það verið að greina sjúkdómin en stundum að gert áður en fólk var sjúkdóm, þar að það vill vita fyrir fram hvort það sé í áhættu með að fá eitthvað sjúkdóm. Þá þarf að hugsa ýmsa hluti. Þessar setningar eru beint hafðar eftir fólki sem kemur til mín. Þannig að þið sjá að það eru alls konar viðþorf, fólki ekkert eins, það ekkert alltaf, það hafa ekkert allir sama viðþorf. Og maður verður bara að taka til þess. Og þetta hefur tvær hliðar, það minnstakosti, sennilega fleiri en allavega þessar tvær. Það eru kostur og gallar við það að fara í erfðarannsóknir. Það eru kostur og gallar við það að fá upplýsingar mögulegar afleiðingar stökkbreytinga hjá sér. Og þetta eitthvað sem maður þarf að hugsa Því að það, eins og ég sagði, það ekkert einfalt. Það vont að láta sér finnast að maður sé eitthvað öðruvísi. En það líka gott að vita það að leiða að því að ég pínlítið öðruvísi, þá getum við gert þetta og þetta og þetta til þess að vinna á móti því. Þannig að þetta þættir sem við þurfum að fara vel í gegnum og þetta síðasta björgunarsekt, það hljómar dálítið undarlega kannski eyrum fólks. Það til fyrirbæri sem heitir survival guilt. Við ræðum það við okkar áþega því að þetta getur komið upp og það þýðir einfaldlega af hverju slapp ég en ekki litla systir. Af hverju þarf hún að bera eitthvað sem ég hefði alveg getað borið fyrir hana eða eitthvað slíkt. Nú, það þarf líka að muna þegar við erum í erfðaráðgjöfinni að það ekkert endilega sá sem veikur sem sjúklingurinn eða mest veikur. Þetta hefur áhrif á alla fjölskylduna. Krabbamein hefur áhrif á alla í kringum hann. Sá sem veikur á krabbamein, hann ekki bara einn í sínu horni, hann hefur stóra fjölskyldu í kringum sig. Og það þarf að passa upp á það að allir fái útskýringar, að það sé tala við alla, það séu allir með, allir á sömu blaðsíðu. Og við þurfum að muna að bæði fjölskyldur og fólk eru ákaflega mismunandi og það sem hentar einni fjölskyldu eða einum einstaklingi hentar ekkert endilega öðrum. Það bara óskaplega og við vitum það sjálf. Við skiljum ekkert endilega það sem hann Jón skilur eða það sem hann Pétur skilur eða öfugt. Þannig að mjög mikilvægt atriði. Nú þá komum við að krabbameins erfðaráðgjöfinni. Okkar hlutverk tiltölulega víðfeðmt og krabbameins erfðaráðgjöf hefur vaxið alveg gríðarlega. Ég kom til Íslands árið 2006. Það árið held ég hafi komið 3. Nú ég að sjá svona upp undir 20 á viku og það töluvert mikið. Þannig að það sem við gerum að við svona reynum að finna út í hvort það arfgengi krabbameins til staðar og við gerum það með því að skoða ættartré. Við gerum það með því að kanna hvort viðkomandi tilheyrir fjölskyldu með þekkta stökkbreytingu og við skoðum hvaða sjúkdómar í fjölskyldur sem geta leitt til þess að við áleitum sem svo að þarna sé eitthvað arfgengt á ferðinni. Við metum þá áhættu viðkomandi eftir hans stöðu í ættartrénu og við getum metið áhættuna svona gróflega á því að fá krabbamein miðað við það hvort viðkomandi með stökkbreytingu eða ekki. Og við svona fylgjum svo fólki áfram inn í eftirlit og stuðning sem búið að setja upp á því sjá að setna í þessu á Landspítalanum. Nú almennt ábendingar arfgengt krabbamein eru þá fyrst og fremst náttúrulega sterk hættusaga. Ef það eru 2 eða fleiri sjaldgæf æxli sem greinast í sama einstaklingi eða nánum ættingjum. Og nú erum við að tala alls konar krabbamein. Krabbamein eru ofboðslega margir sjúkdómar.
þó við ekki segjum alltaf bara hann með krabbamein og hún með krabbamein, þá það ekki það sama eins og við heyrðum áðan. Nú ef það æxli í pöruðin líffærum, ef það óvanlega ungt fólk að fá krabbamein í fjölskyldunni, ef það samskonar eða skyldaæxli, þannig að þetta allt eitthvað sem við notum til grundvallar þegar við ákveðum það hvort við gerum erfðarannsókn vegna krabbameina í fjölskyldu. Það eru til fjölskyldur þar sem ekkert hefur fundist af stökkbreytingu þó svo að þessi fullt af krabbamein þar. Væntanlega er það eitthvað sem við eigum eftir að finna, en oft hægt með þessu að finna út hvað á að prófa og hvað mögulega vandamálið. Og eins og komið inn á áðan, það eru til ákveðin lyf sem eru þá frekar notuð þegar ákveðnar stökkbreytingar eru. En arfgengt brjóst- og eggjastokkakrabbamein, það fólk sem ég sé oftast, við erum búin að prófa yfir 1000 manns og ég veit ekki hvað ég er búin að hitta marga en það ansi margir. Þetta það sem við notum svona til grundvallar, þetta alþjóðlega leiðbeiningar. Að auki höfum við nokkuð sem eiginlega sést ekki annars staðar, og það við höfum góðan aðgang að krabbameinsskránni, við höfum góðan aðgang að ættfræðigrunni erfðafræðinefndar og við höfum auðvitað mjög greinargóðar upplýsingar þessar fjölskyldur. Við teljum við höfum fundið flestar stóru fjölskyldunar með arfgengt brjóst- og eggjastokkakrabbamein og þekkjum það mjög vel. En það gleymist líka stundum þetta með brjóstakrabbamein að það vist líka gegnum föður. Þannig að það ekki, hafi til dæmis verið, fæðist karlmaður, enga konur, þá kannski engi grunur arfgengt brjóstakrabbamein eða eggjastokkakrabbamein þeirri fjölskyldu eða brekka stökkbreytingar. Þannig að þetta eitthvað sem þarf að hafa í huga líka þegar við erum að skoða ættartrén, óskaplega mikið af körlum en mjög fáar konur, þannig að fjölskyldusagan þá kannski ekki mjög sterk. Og í erfðaráðgjöfinni þá förum við yfir, við byrjum alltaf á því að útskýra hvað erfðaráðgjöfin og við ræðum möguleg viðbrögð og við fáum upplýsingar frá þessu sem ég var að tala erfðafræðinefnd og krabbameinsskrá og búin til ættartré. Og nú svona aðeins smávegis ættartré, en þetta óskaplega mikilvægt gagn fyrir okkur. Og til þess að gera gott ættartré þá þurfum við allavega 3 kynslóðir, við fáum yfir 34 sem hjálpar okkur mikið og ættartré getur sýnt okkur svona bara í einu vettvangi hvað að gerast í fjölskyldunni. Nú þetta svona smá yfirlit yfir brekka 1 og brekka 2. Við vitum að það talsvert aukin áhætta hjá þeim sem eru með þessar stökkbreytingar. Það getur verið ekstra á bilinu 40–80% eftir fjölskyldum. Og kallar, að því nú erum við með bláa naglan, sem eru með brekka 2 breytingar, þeir hafa aukna áhættu að fá blöðruhálskrabbamein. En þeir geta líka mikið brjóstakrabbamein. Eftirfylgnin, við erum búin að setja upp eftirfylgni á Landspítalanum bæði með brjóstakrabbameinum og blöðruhálskrabbameinum. Það sem sagt orðið tiltölulega ákveðið ferli og planið að setja upp fyrir fleiri krabbamein. Og allir sem greinast með krabbameinsvaldandi stökkbreytingar, brekkabreytingar fá upplýsingabréf sem þeir geta sendt til sinna ættingja og að auki hefur það verið að gerast upp á síðkastið að fjölskyldur mynda lokaða hópa á samfélagsvefjum þar sem þeir deila þá upplýsingum. Og ég að heyra þetta í vaxandi mæli. Þetta ágætis leið til að koma upplýsingum framfæri. En þá ég komin og ég held að sé akkúrat á tíma eða svona nokkurn veginn. Takk bara kærlega fyrir.